Dari, fyrsta tapið á tímabilinu en í dag lítur það pínu sárt. Já, auðvitað. Ég meina, við ætlum að vinna, en það tókst í dag. Hvað fer úrskeiðis á þínum konum í dag? Við lögðum mikla áherslu að gera þetta erfitt með Helenu fyrir leikinn og henni tókst að involvera restina af liðinu bara á ótrúlegan hátt í gegnum alla leikinn og mikið hrós til þeirra að stíga upp og hitta þessu skotum og bara spila almennt vel. En við verðum að gera þetta erfiðara fyrir alla. 92 stig er alltaf mikið. Er ekki dálítið vörnin sem er svona stærsti faktorinn í þessu hjá okkur? Ég meina, mér finnst skoðan að ná mjög stig til að vinna leikinn, sko. Við bara náum ekki að koma í veg fyrir að þær skori. Þetta var dálítið meira svona áhlaup í ykkur og meðan kannski þeirra leikur var svolítið stöður í. Það er kannski eitthvað sem það er að líta betur á. Já, algjörlega. Við náttúrulega viljum vera góðar alltaf, en það tekst ekki alltaf. Varnar tilurinn sem þú ætlaðir að búa til fyrir tímabilið hefur kannski gengið alltaf í dag en ekki í dag. Hvað veist þið fara úrskeiðis þar? Við vorum með plan fyrir leikinn sem að miðaði náttúrulega mikið að Helenu og út af því hvernig þær voru að leysa það í fyrri hálfleik, þá bara breyttum við öllu í hálfleik og við lærum rosalega mikið af þessu leik, hvernig að spila mútið Haukaliðinu og svona kannski ég líka bara treysta stelpunum betur til að spila sína 1-1 vörn, sko. Þannig að ég held að, þetta er bara kurvan, sko, við erum bara á fínu stað. Helling eitthvað jákvæmt sérstaklega sem við tekið út af þessum leik? Ekki núna, sko. Hvernig horfir þetta tap? Heldur það hafi einhver sérstaklega áhrif svona sjálfstrausti fyrir framhaldið? Nei, alls ekki. Við höfum talað um það fyrir tímabilið. Markmið okkar er bara að vera einn af topp 4, komast í úrslitakeppnina, sjá hvað gerist eftir það og við þurfum að vinna einhverja 20 og eitthvað leiki til að komast þangað. Búið með 3, nokkrar eftir.